Kæru vinir, það eru ekki góðu dagarnir sem skilgreina okkur, heldur hver við erum þegar á reynir. Og það sama má segja stjórnmálaflokka. Við hér vitum að nú reynir á. Við þurfum að staldra við. Við verðum, hvert og eitt okkar, að íhuga stöðu okkar hvar sem við erum í flokknum. Og það er þó auðvelt að falla í gryfjuna, kenna öðrum eða tala bara andstæðingana. Liðhlaupana sem hlaupa frá eigin flokki eða þá sem keppast að hlaupa frá eigin stefnu. En þetta snýst ekki aðra flokka. Þetta snýst okkur. Við þurfum að horfast í augu við erfiða stöðu en gæta þessum leið að fara ekki niðurrif. Við megum aldrei verða okkar hættulegasti andstæðingur. Sumir segja að við eigum að vera meiri viðreisn. Aðrir segja meiri miðflokkur. Ég segi við eigum að vera miklu meiri sjálfstæðisflokkur. Allt of lengi höfum við látið vinstrimönnum það eftir að skilgreina okkur. Hver við erum og fyrir hvað við stöndum. Til að útskýra hvað ég á við, rifja ég upp grein eftir konu úr gamla Alþýðuflokknum sem skrifaði hvernig sá flokkur hefði barist fyrir kosningarétti fátækra. En þegar kjördagur rann upp og fólkið sem áður hafði ekki fengið að kjósa fór í sparifötin í kjörklefan til að kjósa hvað? Jú, sjálfstæðisflokkin, flokkin okkar. Og vinstra fólkinu fannst þetta ósvífni. Kunni þetta fólk ekki að sýna þakklæti? Veruleikinn var á þessum tíma áttaði þetta skynsama fólk sig á því að það er samhengi á milli verðmætasköpunar og lífskjara. Að velferð byggist á framtaki einstaklinga og rekstri fyrirtækja. Þau vissu sem var að flokkurinn sem best fyrir jöfnum tækifærum er sjálfstæðisflokkurinn. Vinstrimennirnir vildu bara hjálpa þeim að líða lítið betur í fátæktinni. En fólkið vildi út úr fátæktinni. Vinstrimenn hafa nefnilega trú á kerfinu og kerfið hefur stundum trú á þeim. En við höfum trú á fólki. En núna hefur of margt fólk ekki trú á sjálfstæðisflokknum. Sækjum aftur kjarnan okkar. Skilgreinum okkar sjálf. Vinnum á grundvelli sjálfstæðisstefnunnar alla daga fyrir alla. Það sem skiptir mestu máli núna fyrir fólk er að lækka vexti. Lóðaskortur Reykjavíkurborgar hefur þar mikil áhrif og drífur nú verðbólguna. En við megum ekki skorast undan okkar hlutverki. Við verðum að halda áfram að forgangsraða og minnka ríkisútgjöld. Og það er sorgleg staðreynd, en staðreynd engu að síður, að fylgi okkar virðist vera að fara hraðar niður en vextirnir. Hugsanlega er þó eitthvað samhengi þar á milli. Lægri vextir er það sem skiptir fólki mestu máli núna. Og þetta er kannski hvorki staður né stund fyrir aulabrandara. En til gamans verði þó að segja ykkur frá því að aðstoðarmaður minn setti sér fyrir nokkrum mánuðum síðan að ná fituprósentinu sinni niður fyrir fylgi flokksins. Þetta leit alveg ágætlega út á tímabili en það er mjög langt í land í dag. Sorry, Andri. En fyrst ég byrja að tala fituprósentu og má líka nefna það að ég las frétt daginn að Finnar og finnska ríkisstjórnin væri komið með næringarráðgjafa. Hún heitir Minka Skammtana. En kæru félagar, það er gott að hlæja. Samfélagið breytist hratt og við verðum að gera hlutina öðruvísi. Við eigum að gera þá enn betur en áður
á grundvelli sömu stefnu en með nýjum leiðum. En umfram allt gerum við það ekki með uppgjöf eða niðurrifi. Köstum ekki inn handklæðinu. Gefumst ekki upp á flokknum okkar. Brettum upp ermar og stöndum saman og leggjum allt undir til að við getum orðið enn meiri, miklu stærri sjálfstæðisflokkur.